Þetta kallar hún í búið Showbox Grill 66, Filmora, Dominos og Samgöngustofu og Veröld. Komið sæl og velkomin í þennan aukaþátt karlakonum. Þetta verður mjög stjórnum þáttur. Ég svo núna í kompunni. Ég ætlaði bara að ná í þáttinn sem við búum að taka upp síðast held ég. Við tókum hann upp en hann síðan bara gleymdist það. Þarna át eitthvað aðstæði. Bara gleymdist að setja hann inn eitthvað og þarna skráin sendist ekki á tölvuna. Og jú, ég er þarna með alveg, ég hef með 50 mínútur ennþá í kompunni og ég ætla bara að prófa að gera svona auka þátt. Þetta er bónus þáttur, við ætlum að reyna að gera þetta aftur, en þetta er bara svona algjör auka þáttur, þetta getur verið hvað sem er. Og þessi þáttur held ég að muni heita Arnmundur og einn í kompunni. Og þú veist, þetta er bara algjör vilja, ég ætla kannski að reyna að hringja eitthvað, spyrja bara út í eitthvað, ég veit það ekki, en gjöru þessu vel. Hreyfðu við heiminum á 100% rafdrifnum Hyundai Það sé ekki ég var að horfa á hérna Ioniq 5. Það sé ekki þessa auglýsingu, en já, ég held að bara þetta er velkomin í Arnmundur einn í kompunni, gjöru þessu vel. Já, verið velkomin í þannan auka þátt að karlakonum. Þessi þáttur heitir Arnmundur einn í kompunni. Mér leittist að ég ætla að taka upp þátt. Strákunni veit ekkert að því að ég sé að fara að gera þetta. Matti hringdi reyndar að hann í mig, hann ætlaði að spyrja og Maggi líka. Ég náði sem ekki því að bandi, en þetta verður stutt bara, en bara ég veit ekki okkur ég að taka þetta upp sko. En ég get kannski hringt í Úlf eftir að ég er ekki búin að hringja hann. Hvað ætlar hann segja að gera í dag? Engin veit. En ef ég ætti að gíska þá var hann heima hjá sér núna að borða seriós í kúlukúpan afturðan á sínum, haldandi nakin og bróður sínum, ég var að segja að hann verið náttúrunum ekki nakin, með serióskjól í annari og ég er að horfa á sem sagt, hann er ekki að horfa neitt held ég, hann er hættur eftir að Úlfur hætti Office sko, þá bara getur ekki neitt til að horfa og ef svo ólíklega vill að Úlfur er núna bara ætla ég að hvetja til að horfa Space Force, það er nefnilega með Steve Carell á Netflix. Ég er ekki með ára þetta, en þetta er í svona watch listanum mínum. En já, ég er hérna einn í kompunni sko, og þetta er líka ótrúlegt, þið heyrir núna karlakostið. Þetta er fyrsta skipti sem ég spila það með henni inn í kompunni, þetta er alltaf bara bætt við undir. Ég veit þetta hljómskritin, það er alltaf bara svona þögn og samt er stefið undir. Þetta er fyrst skiptið og þetta er svona meiri upplifun eða finnst mér. Þetta var aldrei gert áður, þetta er bara í hlaðasögunni sko. En jú, ég er að spája hringi Úlf og já, hann er að spila bara Crash Bandicoot, ég ætla að veðja á það sko. Þannig, já, ég ætla bara að hringja í hann núna. Ég hef ekki mikið að gera, ég ætla að spjalla á ykkur aðeins eftir það, menn aðeins að heyra bara í hann. Þetta okkar þannig sé hérna nokkuð. Og ég hringi. Já. 5% sem lækka alltaf byrtist ég, þú veit eitthvað að segja. En við getum líka svona Úlfur einn í kompunni og Matti einn í kompunni og Maggi einn í kompunni sko. Við langar að vera að prófa það. Þau ekki að hlusta hana þátt sko, þetta er bara eitthvað auka stöf. Bara svona áherslu og killa. Ef okkur leiðist, mjög byggð. Því meira hann bara að laga til sko, það er svolítið hann. Hann svarar ekki drengur. Þetta er ótrúlegt. Það verður svona þokkalega eitthvað, ég veit það ekki. Úlfur, hann fekk fyrsta aukaþáttinn sem heitir Úlfur þegar Crash Bandicoot eða lifna við eitthvað. Það komið held ég að Matta, hann á næst að gera aukaþátt. Þetta er Úlfur bara 7 mínútur. Blessaður?
Herðu, veistu hvað er í gangi hérna? Ertu upptekinn eða? Nei. Nei, veistu hvað ég er núna? Hvað? Ég er í kompunni. Af hverju er í kompunni? Vegna þess í gær, þátturinn sem var í gær, hann við náðum ekki að senda hann. Nei. Já, þannig ég er núna að senda þáttinn og mér litist, þannig ég okkar taka upp auka þátt að karlakon. Þessi þáttur þetta er Arnmundur og einn í kompunni. Og ég ætla að reyna að fólkna besti, þannig að hvað segir þú gott? Já, ég segi bara allt fínt núna, sko. Já, ég var svona að reyna að gíska hvað þú ert að gera núna. Ertu núna að horfa á kúlukúpana með Sirius í annari og halda á Víkingi hinni? Nei. Nó. Nei, ég var bara að gíska. En já, ertu að spila tölvuleiki? Nei. Nei. Þú varst með vini í heimsókn. Nei. Nei, ég veit ekki hvað það gera. Nei. Þú myndi aldrei vita. Nei, ég mun aldrei vita. Nei. Hvað, það spyrir ykkur að fleiri spurningar eða? Ég veit ekki, bara, þarna nýju liður þekki eða ekki. Ég vil halda áfram með hann. Já. Það er það skemmtilega. Ég ætti kannski ekki að vera það honest með hlutina. Nei, það þarf ekkert sko held ég, en... Ætti kannski að gera þetta aðeins meira flóknara. Já, en sko, við getum líka að prófa að skipta, skiljum, þannig að þú getur verið að spyrja og ég... Já. Við getum líka að prófa það líka, það verður gaman. Já. Og Maggi getur líka ekki þátt. Já. Já. En það gangið með þáttina. Já, takk fyrir það. Já, þess. Þetta var Úlfur, ég er nefnilega að spá í að hringja bara kannski í Matta líka, eða hvað. Prófa að heyra í honum. Hvað, ég segi bara, heyrðu, blessaður. Ég var í kompunni og ég er núna að taka upp auka þátt sem þetta er Arnmundur einn í kompunni. Hvað finnst þér það? Hugmynd? Ekki hugmynd, ég veit það ekki. Já, ég veit liða svo ég er að banka inn í borðið. Hann segir bara, prófa að hringja. En ég ætla ekki að klippa hann þátt, ég þarf ekki. Það er... Hæ? Herru, þú veist, ég er núna í kompunni. Já. Og mér leittist, þannig ég er að taka upp auka þátt sem þetta er Arnmundur einn í kompunni. Hvað finnst þér það? Já, það er bara skemmtilegt. Já, hvað? Er það ekki bara gaman? Jú, hvað er ég í þættinum? Já, þú ert í þættinum. Já. Jú, það er ekki, bara gaman að því það ekki. Má ekki segja það bara? Já. Gaman að því. Hvað spá? Nei, bara, mér langar bara að hringja ykkur. Mér langar bara að hringja þess, já. Það er spil, sko, já, mér langar bara að spyrja, sko, heldur við að halda áfram með liðin þekkið ekki? Ég vil ekki gera það. Ég var við aftur einhverju þrýð, Já. Þá getum við gert það aftur. Já, við getum gert það aftur og kannski getum við líka að prófa að skipta einhvern tímann. Já. Þú getur verið að spyrja, það Maggi eitthvað, ég veit það ekki. Það er að gera ýmislegt með þetta, sko. Já. Já, ég er bara að pæla, sko, þetta. Ég bara ætla að hringja bara í alla meðluna, bara að spyrja hvað þeim finnst þetta. Já, það er bara eins og gaman. Já, en það er ekki bra. Jú, það er allt í nú. Já. Já, við heyrumst. Já, bless. Ekkert mikið að tala sko. Ég bara að hringi Magga. Hann er heldur svolítið upptekinn, sko. Ég var að hringi hann á hann. Ég segi söguna af hverju var að hringi hann á hann. Þannig að ég ætla bara að spyrja bara, hvað finnst þér þetta? Það að spyrja hvað hann finnst þér leiðin þekkið ekki. Og hann bara, já. Það er svolítið þannig heldur ég bara, já. Hér er Magnús. Njótið vafans, elskunum minnar. Já, veit ég að syngja daginn. Þarna er ég að trúbla.
Nei. Nei, ég var út á vift, ég er í kompani og ég ákvað að byrja að taka upp aukuþátt í karlakonum sem heitir Arnmundur í einni kompani. Hvað finnst þér það? Stórspennandi. Já, það ekki bara. Jú. En eitt annað vegna þess í gær þá vorum við að byrja með lið sem heitir Þekkið ekki sem endar alveg copy-paste af liðinum í FNÍ en þetta sem þannig að ég spyr Matta Úlf spurninga. Matti er einn í settinu, Úlfur er frammi, ég spyr spurningar svo hver uppáhaldslitur þinn, síðan fyrir Matti inn, ég spyr nokkra spurninga, ég spyr sömu spurninga, síðan hinn er frammi, síðan fyrir inn og þegar giska svari hjá hverjum öðrum. Hvað finnst þér þennan lið? Mjög spennandi, ég vil vera með næst. Jú, ættum við að hafa þetta? Já, ég er að meika þetta. Jú, það er bara flott hjá þér, ekki? Já, það er þannig. Við heyrumst, það ekki? Já, bless. Búin að hringja alla 3 hina meðlimina og það eru búin að öllu myndir. Ég ætla að reyna að halda aðeins áfram. Ég ætla að útskýra af hverju hringi Magnússon. Það er bara þannig, ég var svona skólinn, ég er í skóla. Ég veit að veit það allir, ég er í skóla og það var verkefni í upplýsingatækni. Maður fjallum internet, öryggi og samfélagsmiðla og torrent síður og eitthvað svona, þetta er eitthvað verkefni, eitthvað höfundaréttur. Þá það mátti gera einmitt, það mátti ekki gera glærur, það mátti ekki gera glærusýningu, það mátti gera hvað sem það mátti gera hlaðvarp, það mátti gera fréttaþátt, það mátti gera hvað sem Magnús gerir fréttaþátt og ég fór og ég ætlaði bara að taka hann upp út af það, til sem heitir HDX Studio sem er svona hlaðaskampa í skólum okkar. Ég ætla að fara að taka það upp núna miðvikudaginn, það er mánudagur ég held það kemur inn á þriðjudaginn en allavega, það er unnið svo en ég ætla að fara að taka upp þar síðan fór ég hingað og hugsaði, tíminn minn er ekki einu sinni byrjar, ég eftir klukkutíma og hugsaði, á ég ekki bara taka upp þáttinn hérna og ég tók hann upp og Maggi hann ætla að vera gestur hann er ekki allan þáttinn en hann kemur í smá stund þá er hann að tala og þá er ég að segja spurna spurninga út að hann hefur enga samfélagsmiðla einn að fá og líka að vita hver upplifun hans af því væri og ég var bara að fara að taka upp og þá hringdi ég Magnús, getur við gert eitthvað um síma? Hann sagði, nei, ok þá bara hætti ég taka upp og þá datt mér á ég bara að fara núna nei, tek upp aukaþátt og þá veit þið allt annað sem gerir en jú, það kom ekki inn þáttur í gerð eins og á sunnudaginn svo það var sendt vitlaus skrá á þetta var alveg vitlaus þetta var kjaftaði það var svolítið mikið þess og þá þurfti ég að hlaupa hinga og laga það þannig en já, ég er að horfa á Seinfeld það er svo mikið það nema ég og eftir einn þátt í seríu 3 sem ætti að segja sig besta Seinfeld-serían það er á sannir já, síðan við verkefni á morgun þá er myndin á Jöfnblæjan það er mjög góð mynd og það er bara að vera að tala um þetta í nokkra vikur við ætlum að horfa á myndin á Jöfnblæjan og kennar að spyrja, hefur eitthvað séð hana? Ég segi alltaf, já, nei, hefur enginn séð hana? Jú, ég hef séð hana hefur enginn séð hana? Ég hef alveg séð þessa mynd það er svo leiðilega þessi kennar er ekki nógu skemmtilegir nei, ég segi svona en jú, þessi kennar eru fínir bara þeir eru bara allræti ég er ekkert að vera kvart út í einhverja kennara það er að síða sem ég ætla að gera í dag ekki í dag tala staðið átt svona endurtakalt en alveg, þetta var ekki fyndið en og þá þetta er mjög góð mynd þetta er einn besta íslenska myndin mér langar sem ekki að láta að vita því að ég vil sé hana já, eftir myndina, djöfull er þetta góð mynd maður hann Arnmundur, hann sá hana löngu fyrir okkur nei, já, það væri gaman að gera þannig ég ætla að örla svona áður en að byrja myndin á morgun ætla ég að segja svona, ég hef hort á þessa mynd löngu undan einhver og það er allir rosa spenntir yfir sig ég er ekkert viss hvort þessi mynd fyrir alla kannski verið eitthvað fyrir vonbröðum en ég hveti ekki til að horfa þessa mynd Jöfnblæjan var á YouTube en ekki lengur er það deildur nei, ég bara til hún var á Rú.is en hún er dottin út þar en
ég veit ekki hvað eru kennarnir að downloada þessa döldu. Nei, tjók, ég ánefnilega að segja slettuna, þá kannski viðjandi að segja smá. Hvað var aftur? Þetta? Versló. Nei, ekki versló. Íslenska. Ég bætti við 2 hljóðum. Heið. Góðan dag. Ræs og grín, það mitt fag. Hopp og hí, tralala, tralalalalalalali. Við gamlega kannski ekki fundum við að talsum teiknum myndir. Viltu setja tækið því. Þetta var tvísyngur. Ég fyrir 20 myndum, ég núna 20 myndum sinna og ég bætti eina aðra við. Ég veit ekki okkur ég bætti þetta við, það ekki Gott að vera í dag. Nei, það er sunnudagur. Þetta var ekki fyndið. Já, ég veit ekki okkur ég gerði þetta er ekki fyndið sko. En jú, ég á nú bara minniskup flakkara með öllum íslensku bíómyndum og ég ætla að segja hvernig það gerist eftir stuttlíu. Nei, ok, þetta var ekki fyndið heldur. En þetta gerði samt þannig sko að ég var elska íslenska bíómyndir, mikill áhugamann þar. Og ég var í bíó, það er bara svona matarboð á hverjum miðvikudegi hjá fjölskyldu mömmurinnar. Og ég ætla að sjá nýja íslensku bíómyndina. Hvernig það var að klassa drösla heitir hún. Fór í vor. Hún er þetta 2 mánaða gömul þá, en það er hún svo. Og þá var eitthvað, þá mætti ég bara ekki í matabóðið því að myndið var bara sýnd á miðvikudögum. Og þá var eitthvað að vera að tala þetta matabóð sinni í vinnunni á frænku minni, þau vann þá í Reykjavíkurborg. Hún var eitthvað að segja eitthvað, frændi með hennar mætti ekki elska íslenska bíómyndir. Og þá sagði eitt svona kvikmyndanördin í Reykjavíkurborg sem bara svona, hann segi, betur hvað, elskar hann bara íslenska kvikmyndir? Já, hann bara þarf að sjá allar íslenska bíómyndir. Þá ákvað hann að koma til og gaf mér síðan flakkar öllum íslensku kvikmyndum sko. Það var kannski svona í sumar sem ég fekk hann. Aðfundan ég hef ekki hort á eina mynd þarna. Ég þarf líka svona Dell-tölur sko, ég hef ekki Dell. Vinnutölur mömmu mín er Dell. Það er eina sko sem það virkar á. En jú, mér finnst það bara að vera gaman sko að sé. Ég á þar allar, þetta er ekki allar næstu því, bara skemmtilegt að sé allar. Það er svo leiðilegt, já ég á hérna flakkana með næstum því allar. Það er svo leiðilegt. Það er svolítið leiðilegt sko. En já, ég held að það sé verða að draga sér seinni hlutina af þessum laðarbein. Arnmundur einnig kompuni. Ég var að kíka okkur í sagamál með Arnmundi, það er dagsfólkið sem ég ætla að koma með. En ef þú veist að það er eitt mig sko, ég elska að búa til sagamál. Bý til sagamálsögur svona eitthvað 4. mars 2008 dó íslensku hérna í Bruna og á ég að lesa eitthvað þannig fyrir ykkur. Ég er með eitt mál hérna og ætlum að fá stefið. Ég stjórna aldrei greiðan, það er Matti þess ég kann ekki ná vel á þetta. En ég er ekki að stjórna núna, ég er í sætinu mínu, þetta mér þetta þægilegt, ég var náttúrulega. Ég kann ekki á þetta. Ok, byrjum þetta aftur. Velkomin í sönn íslensk svakamál. Snemma morguns, 5. Já, þetta er ekki alveg, ég bjóð þetta bara til. Þetta er ekki byggt að sjöna maður neitt. Snemma morguns, 5. 27. febrúar 2006 fór leigubílstjórinn Þór Lárusson frá heimilisinu Byggðaveg 148 á Akureyri. Hann kvaddi dóttur sína Jóhönnu Láru Þórsdóttur en ekki eiginkonu sína Þórdísi Jóhönnu Ragnarsdóttur í Gríni. Þór fæddur 1960 var því orðinn 46 ára. Hann gifti Þórdísi sem var fæddur á 1940 árið 2003 í fallegri athöfn í Akureyrarkirkju. Þau eignuðust dótturina Jóhönnu árið 1992. Þór ætlaði að fara í vinnuna en klukkan 4 ætlaði fjölskyldan að hittast á Bláa hattinum. Þegar Þór mætti ekki héldu þau að það væri bara langur vinnudagur að baki. Þegar klukkan var 9 var fjölskyldan farið að ókyrrð og reyndi að hringja í farsíma Þórs. Eitthvað svaraði
símtölunum mátti heyra karlmann, líklega Þór, öskra mjög hátt og síðan drukkna. Einhver annar yngri karlmann mátti heyrast öskra Þór ókvæðisorðum. Fjölskyldan hringdi strax á lögregluna. Allan föstudaginn 27. febrúar daginn eftir leituðu kafarar fjörur og sjó á Akureyri og allan fjörðinn. Skipuleg leit var gerð í kjölfarið. Lautarhæf tæpum 2 vikum síðar en það 8. mars 2006. 8 árum síðar en það 12. nóvember 2014 gaf sér fram lögregluna rúmlega 30 karlmaður að nafni Karl Ægisson en hann var búsettur á Víðilundi 8 á Akureyri. Þar viðurkenndi hann mörg umferðarbrot og annað og einnig morðið á Þóri Lárussyni. Hann neitaði samt sem áður að segja hvað lík hans var niðurkomið. Hann fór í vikulegar yfirheyrslu voru 2015. 24. júní 2015 til tilgangslausa tilraunir til að láta hann segja sannleikann ákvað lögreglan hefði 8 yfirheyrslur á dag. Eftir 3 mánuði því eða þann 28. september 2015 svipti hann sér lífi og sagði engan sannleika. Frekari rannsókn var haldin en var formlega slitin 14. desember 2015 og var málið flokkar óupplýst 17. desember sama ár. Ónefndur maður sem ekki vill gefa nafn sitt tilkynnti að umrætt kvöld 26. febrúar 2006 sá hann unga konu í slagsmálum við rúmlega 40 mann og var leigubíll við hliðina. Þetta gerist við Höfn við Hrútafjörð. Ónefndi maðurinn fór að konunni og manninum og sagði þeim að hætta. Slagsmálin hættu skyndilega og þá fóru þau sitt hvor átt. Ónefndi maðurinn keyrði hann í Höfn sama dag og fór í dá. Hann vaknaði sumarið 2015 og sótti sálfræðitíma til að ræða líf sitt. Í einum tímanum man hann eftir þessu atviki af slagsmálunum sem hjá manninum og konunni. Rúmri viku seinna var endursýnd þáttur óupplýst lögreglumál sem var sýndur á 2013 af málinu. Ónefndi maðurinn taldi að málin geta tengst og í sambandi við lögregluna 23. ágúst 2016. Daginn eftir málið endurvakt komst í ljós að myndskeiði var tekið upp að atburðinum að myndavél ónefnda mannsins. Hann kom á myndskeiðinu til lögreglunar sem sá konu á myndskeiðinu. Kona hét Katrín Baldursdóttir en hún hvarf í Ísrael í ágúst árið 2010. Rannsóknin hélt samt áfram haustið en henni miðaði hægt. Á jóladag 2017 kom fjölskylda Katrínar með Katrínu með sér en hún kom aftur nokkrum dögum fyrr. Katrín sótti yfirheyrslur í janúar 2018. Hún játaði á sig morðið 4. febrúar 2018. Já, hvað fannst ykkur þetta? Já, aðra sögum. Auðvitað heyra hana. Hvað finnst ykkur þetta? Þetta er áhugavert, sko. Það verður ekki næst. Nú finn ég ekki gamla skjalið. Ég bara að lesa upp í símanum minni, sko. Held að segja þetta. Aðeins þetta. Hérna. 12. ágúst. Ósönn Íslands sakamál. Þetta er þetta. 12. ágúst 2002. Leigumorðinginn. Það var síðla kvölds 11. ágúst 2001 þegar maður nafni Sigurðsson Ólafsson beið þau utan heimili Karls Hjálmarssonar í Árbænum. Klukkan var 23:58 og flestir komnir í háttinn. Karl var að leggja sig í svefn en skyndilega var barið að dyrum. Þetta var ekki Sigursveinn heldur frænka Karls, Benónía Rúriksdóttir. Karl heyrði bankið og var á leið til dyra en áður en hann náði því réða Sigursveinn á hana með exi. Hún sást aldrei meira á lífi og hvað það sást meir. Karl fór til dyra og sá mann hlaupa í burtu með Benóníu. Hann kærði atvikið til lögreglu. Lögreglan leitaði Benóníu og Sigursveini dögum saman en enga væntingar gerðust í málinu. Höfðu flúið land eða drepist eða bara gufaði upp. Formlegri rannsókn lauk þann 11. mars 2003 þegar nákvæmlega 19 mánuðir voru liðnir. Nýja væntingar kom ekki í máli fyrir 19. apríl 2005. Maður nafni Gunnar Valdimar Guðlaugsson gaf sig fram lögreglu. Maðurinn sagði svo að sé lík og mann í bíl rétt eftir miðnætti 12. ágúst 2001 fyrir hann var rölti eftir djammið einn á ferð. Þessar upplýsingar vöktu enga athygli. Mjög góða vísbendingar gerðu 7. febrúar 2007 þegar leigubílstjóri sat við stýri í mikilli umferðarteppu í Garðabæ. Í runna sá hann illa sett lík í runna og leikvelli. Hann hringdi strax á lögregluna. Lögreglan tók líkið og sá miður á líkinu og stóð ég Sigursveinn Ólafsson Seljahverfi veit engan skæting málið. Bara ég myrti Benóníu Rúriksdóttur. Þetta líkið gjör svo vel.
Já, maður nafni Sigursveinn Ólafsson átti lögheimili að Giljusel 7 og kom lögregla þangað þegar í stað. Sigursveinn kom til dyra og sagðist ekkert vita málið. Sigursveinn var vistaður í gjörgæslu þegar í stað. Sigurður Kjartansson leikari gaf sig fram lögreglu 7. febrúar 2007 og sagði sína sögu. Ég var rölti í Garðabæ daginn og svo lík konu, greinilega með exi. Ég reynda að gleyma því, en sé eftir í dag. Fjölmiðlar hófu aftur sína eigin sögnumálinu fyrst 8. febrúar 2007. Kjölfar þess gerir Kompás, Kastljós og fréttatími Skjásins sérþátt málið. Fréttirnar hættu í fjölmiðlum 16. febrúar 2007 eftir 12 daga umfjöllun. Í Helgablaði TV þann 10. febrúar 2007 kom fram að 87% þjóðarinnar vissu málið. Sigursveinn fór í daglegar yfirheyrslur og neitaði alltaf. Þetta með játaði eitt í yfirheyrslum 21. mars 2007. Ég beið fyrir utan Karl út af því að hann þoldi mig ekki þennan mann. Við vorum saman í HR og hann var algjör fáviti. Ég myrti frængans, ekki sagði meira. Hann var dæmdur í fangelsi 23. mars sama ár. Í fréttum 3. júní 2007 sagði Sigursveinn hann faldi líkið í Höfn í Hollandi frá 2001 til 2007 þegar hann gróf líkið og faldi miðbæ Reykjavíkur í 2 daga þegar leigubílstjóri sá það. Sigursveinn viðurkenndi í sama fréttatíma hann verið greindur siðblindur og geðveikur á 2002 sálfræðingi. Sálfræðingurinn Ari Traustason vildi allt málið en í reglum sálfræðinga var að halda öllu innan veggja herbergjans. Sálfræðingurinn Ari Traustason var dæmdur í 4 mánaða skilorðsbundið fangelsi og Sigursveinn 14 ára fangelsi. Sigursveinn gangi út úr fangelsið hann 24. mars 2001. Jú, þetta er ekki rétt. Ég hef bara búið til bullan, afsækja þetta ef þetta var múkunni, en ég skrifa þetta sko haustið 2020, þannig að þá var ekki ennþá komið 24. mars 2001. En ekkert óttast, þetta gerist ekki alveg. En ég vil þakka fyrir þennan hlaðasátt. Ég þakka þeim sem lítu og ætlum að heyra eitt besta lag allra tíma. Takk fyrir að hlusta.